Velkomin kæru áhorfendur í Kia-deildina. Það sem núna erum við að fara að byrja úrslatakeppnina miklu. Það sem öll liðin að fara að keppa núna í best of 3 sem móti hvort öðrum. Ég heiti Ásgeir og með mér eins og alltaf hún Mist. Ertu hress? Ég er bara hress. Núna erum við hérna in a new era. Byrja best of 3 brackets og hérna sem þýðir við erum ekki að streyma 6 mismunandi lið Já. á einu kvöldi. Heldur núna bara 1 lið og þau spila 3 leiki. Á mestalagi 3 leiki. Já, sem sagt, já, þetta fyrstur upp í 2 að vinna allavega eins og svo endra held ég í finals, það sem ekki best of 3, það sem fyrstur upp í 3 leiki að vinna. En þetta að fara að vera skemmtlegir tíma núna næstu streymi, en hverjir hérna að keppa núna í dag? Í dag, við erum að sjá í dag, streymi sem við erum að fara að streyma í dag, Já. það Cool Beans team á móti ATD. Já. En það er spurning hvort við rifjum aðeins upp hverjir komist áfram, Já, bara svona stutt. Við erum með hérna Dusty í fyrsta sæti. Dusty er í dag á móti Erm sem í síðasta sæti, það er að segja 8. sæti. já, Svo það Fenrir á móti Cabo og svo Whiskey Tango Foxtrot á móti What About Me. Þannig ATD Cool Beans team þannig í miðjunni og að öllum líkindum með við hérna playoffs þá ætti þetta að vera bara svona jafnasti leikurinn, þannig séð. Þannig já, þetta eru leikinir sem eins og við sjáum núna á skjánum sem við að spila í dag og svo hérna sjáum við hverjir komast áfram. já, nokkulega. Við erum svo í næstu viku, ekki satt, að vera annarkvort það Fenrir Cabo eða Whiskey á móti What About Me á streymi. Jú, alveg rétt, jú. Það eru bara Dusty LOL og Cool Beans team. Og, Dusty Erm og svo Cool Beans team og ATD sem að keppa í dag. Já. Já. Og fáum að sjá þá hverjir komast þá í undan úrslit, ekki satt, þar sem að fara að vera mjög áhugavert hvernig þessi úrslatakeppni þróast. En hvernig erum við sem sagt svona horfa hérna inn í leiki núna? Hvað svona sem við bara búast við núna af Cool Beans team og ATD? Ég veit það ekki. Já, menn skal segja frekar góðan leik. Já, Við erum að fara að sjá góðan leik. En svona upp á karakterana, já, ég er ekki alveg viss. Af því ég veit að ATD og CBT eru svolítið mikið að banna svolítið það sama. ATD unnu á móti CBT síðast, minni mig. Og það var MEQ var að spila Twitch. já, Þannig ég býst við Twitch-bann í dag. já, þurfa að vera allavega. En þetta ekki hérna fearless eða svona soft fearless núna í? Jú, þetta er soft fearless sem þýðir að segjum að MEQ, þau hleypa Twitch í gegn, þá má MEQ bara spila Twitch einu sinni. Já. Má ekki spila í Game Mode 2 eða Game Mode 3 og við munum alveg fylgjast með því og hérna, já, Nákvæmlega. rifja upp hvaða karaktera má ekki pikka. En svona fearless draft rosalega sniðugt og þetta verður nýlega sett inn í hérna bara svona official league þar sem í svona best of 3, best of 5 þá geta leikir stundum orðið svolítið repetitive yfir að hleypa bara svona ekki fearless drafting. Já, margir hafa náttúrulega hérna, séð eins og á heimsmeistaramótinu þar sem fólk að bara taka Asir á móti Korki hverjum einasta leik. Það Já, mjög nákvæmlega. þekkt dæmi. Þetta alltaf kom í veg fyrir þetta allavega. Þetta Já. alltaf sama. Einmitt. Og þetta ekki hard fearless eins og við ruglumst á í byrjun. Já, Þetta sem sagt bara upp á picks, ekki upp á bands sem þýðir að við munum að sjá svipu bands alltaf. já. Það mjög líklegt. En picks það alltaf öðru sig. Það að fara, allavega að detta út svona í raun eiga liðin, sem sagt, liðir sem að fara að tapa á móti hinu, þá það með smá sjens núna, það mun ekki tapa á móti sömu karakterum aftur. Nei, Það sem þeir þurfa kannski ekki bara, verðu
segjum að banni alltaf Jórik eða eitthvað á móti leikmanni og þeir svo hugsa, já, hann tekur einhvern annan klikkaði hetju, Rumble eða eitthvað og þeir þurfa þá ekki að hugsa, já, við þurfum núna að banna Rumble, það er engin séns, hleypum Jórik í gegn, svo kannski tapar Jórik. Já, nákvæmlega. En þetta er svona, gerir þetta miklu skemmtilegra í raun. En Það er spurning bara hvort við viljum fara yfir spilarana í Já. dag. Spilarar dagsins. Við erum einmitt með Cool Beans team, þá er það top lane, er hann leikmaður, jungle, 4G gamer, mid lane er hann Addi, bot lane, Octopus, og svo support, Bad Habit. Bara eins og við erum búin að sjá núna, þetta er mjög allan að solid lið. bara main line-up eins og maður segir. Og líka hjá ADD, það er bara main line-up hjá þeim. Við erum með Gubbi Fitness í top lane, Dreson í junglinu, Regiment Odin í mid lane, MEQ í bot lane og svo Hauslaus í support. Já, og þetta er náttúrulega bara, þeir eru búin að vera að sína sig svolítið frekar vel allan á þeim leikin sem við erum búin að sjá. Hauslaus er búin að vera að spila mjög mikið til dæmis Serafín, sem var svona búin að vera mjög sterkt hjá honum. En við erum að fara bara að hoppa líklega svona inn í draftið, það hetju val. Já. Við sjáum svolítið hvernig þeir eru að fara að velja hérna. Og það er að fara að vera, já, Cool Beans hérna á bláu hliðinni eru þá með first pick. Já, einmitt, eins og, já, ADD er red side og CBT er blue side. Twitch bann, eins og við sagðum. Ég minnst mjög líklegt að ADD séu að fara að banna Aurora mjög snemma. Aurora er búið að vera permabann eiginlega alltaf á móti Cool Beans team út af honum Adda. Hann var með svo, það var svo, Aurora hans var svo sterk í áhæmanandeldinni, en Jórik líka, classic bann, er hann ekki bara, númer 2 í, Jú, pick banns, það er aðalega held ég út af því að hann ennir enginn að spila móti Jórik. Já, ég hann ennir að spila móti eitthvað, þetta er svo leiðilegt playstyle, eitthvað sem split pushar bara endalaust. Já, þau taka líka af Gubba, Gareninn, þar sem Gubbi fekk held ég MVP einu sinni á streymi fyrir Garen bara vera svo Já, alveg rétt. aggressífur og on á karjunum endalaust að það var bara alveg klikkað. Cassandra bann, það eru 2 bann núna á leikmanninum. Já, alltaf eitthvað að reyna að draga svolítið, já, þessar hetjur úr sundlauginni eða púlinu hjá honum leikmanni. Og svo er að fara að vera bara Wukong bann, ég hugsa að þeir alltaf þá að peka Jarvan eða eitthvað þannig. Þeir, Wukong og Jarvan er alltaf búin að vera bara, já, pick bann nánast í öllum leikjum. Já, spurning hvort það hleypa Aurora í gegn þá. Ég ætla ekki að gera það. Nei. Það er eitthvað, nei. Það eru svör við... Því miður, Addi, verða ekki spila Aurora í þetta skipti. Kannski game 2. Þá er bara first pick, Pantheon. Þeir ætla að peka Pantheon. Þetta er Pantheon jungle. Já, ég hugsa það. Þetta er flex pick. Já. Að því Bad Habit spila líka Pantheon support. 4G gamer spila líka Pantheon jungle. Þannig ég held að það sé bara mjög gott flex pick til að byrja með frá Cool Beans team. Já. Spurning hvort að ADT þá matcha þetta með annarkort support pick eða jungle pick. Þetta er líka flex pick. Þetta er ekki bara top lane. Sko, Dreson er búin að vera að spamma Mbessa jungle. Já. Ef ég er ekki öruglast. Og minnst mjög líklegt að þetta sé Dreson á Mbessa. Getur samt miðað við matchup farið meira sér í, held ég, millin í nokkvis. Jú, það líka. Það var hann Óðinn sem var að spila Mbessu vitt í, held ég, leikn sem við sjáum bara smábút af. Já. Þannig það er alveg, þetta er áhugavert flex pick. Við erum að sjá við mynd 2 ADC picks, Caitlyn og Lucian. Caitlyn með aðeins betra early game en Lucian, en það er spurning bara hvort við fáum að sjá eitthvað eins og Milio eða eitthvað til þess að gefa Lucian þetta burst. Taka Brom af þá Lucian Brom kombónu sem hefur verið svona spila genið tíðina. Sona! Yes! Yes! Oh my god! Sona pick inn í Caitlyn Brom. Ertu með eitthvað svona innsýn? Sko, Sona Lucian, sko, ég elska Sona. Það eru mjög margir ósamlega. Mjög margir. Já, Sona er samt einn besti support player í leiknum einmitt núna. Já. Ef þú spilar support rétt. Skilur, Sona er, hún er svolítið svona
hún veik, það auðvelt að counter hana, Mhm. en á móti góðan sónuplayer, Jesus, bara GG, sko. Fiora bannina, wow, 2 toplanes bann, það bara Það 4 bann sína á inna leikmann. Hann ekki að fara að fá að spila Nei, Orn og Gangplank, Hugsa hann gæti farið í eitthvað. Nei, ég meina já, Orn og Gangplank, Fiora bann á Gubbi Fitness, kannski eitthvað eins og Sinst bannina frá Coolbeans Team. Já, takk einhverna, já, Sindra á móti Regin, það gott bann. Sindra mjög hátt vinnreit í þessu móti eins og með minnum sem eitthvað 60%. Já, passar held ég, sko. Þetta allavega mjög sterk pikk. Ég held líka hann að spila Sindra. Það örugglega að fara að vera alveg ágætlega erfið leikur, sko. En núna fáum við að sjá Way. Red Side, já. The Way pick frá honum Regiment Odin. Já, búin að vera að spila þetta, Solku líka, bara fínt champion, alveg, Getur verið svolítið erfitt að countera Way. við erum líka núna með Spurning. flex-pickið, svo þeir þurfa í raun nánast að blinda upp í toplane. Þetta kom á mitt. Kogma mitt frá Adda, hann þekktur fyrir að spila svolítið svona skrítið dót. Kogma mitt var ég ekki að búast Ég ætla uppálega að segja eitthvað eins og Morgana mitt, bara upp á, þú veist, minnst Morgana mitt vera svo góð eins og Kogma samt með rangeið og pókið á móti Way. Way getur alveg straglað. Þetta mjög Þetta þægilegt örugglega, svona inn í Way allavega. Þetta mjög unconventional pick. Ég fíla það. Sko, á tímanum þá var Hafra líka að spila Kogma mitt sem var að spila með mér og þetta svona reyndist vera frekar gott, sérstaklega með eitthvað svona Jarvan. mikið CC. Já, þetta var besta bara í topp agrina og erum við bara með fínustu line-up Einmitt. Já, mjög mikið svona þetta var 100% besta flex pick. Þá bara eiginlega topplane, midlane og jungle, þannig séð. En við fáum að horfa allavega að þetta line-up núna smá, en svo ætlum við bara að skella okkur beinustu leið inn í leikinn, þar sem við verum að fara að sjá alveg ótrúlega skemmtilega viðureign. Já, ég spennt fyrir þetta botlane, það ekki ofta sem að sé Sona. Nei, þetta alveg mjög öðruvísi, en hann búinn að vera að spila Seraphine. Þetta svona, þessir championar hafa verið bóttið saman, sko. Ég myndi segja að Sona sé betur en Seraphine. Ok, svo hann ætti að hafa enn betri. Sko, já, þótt ég veit að Hauslu spilar meira Seraphine, á minnst sko ef ég ekki ábyggla, þá já. En Seraphine Lucian, Sona Lucian meina ég, miklu betur en Seraphine Lucian. Ég myndi segja að Milio Lucian sé aðeins meira safe núna, sérstaklega móti eitthvað eins og Caitlyn Braum. Núna getur Ries, nei þeir ætla ekki að óvart lappa hérna inn. Nei, en já, Milio er svona aðeins meira safe pick, þótt mér finnst Sona vera stundum betri sem champion stundum. Nei, Milio er svo OP, ég tek þetta tilbaka. Milio alveg OP. Hann alveg svolítið OP. Sjáum við það. Herðu. Þeir eru komin í bara eitt cheeky late invade. Hauslaus. Hauslaus Hann er safe. Já. Jó. Takk hérna. Frýtt gugl fyrir CBT, það er bara allir leið. Octopus komið að Ætlaði bara að taka þetta blue? Ég held það. Hugsa að þetta gæti verið það sem ég ætla að gera. Hægni hvernig þeir spila svo. MIQ og Hauslu samt eru þetta reyna að passa upp á þeir, taka þetta ekki. Diptap og Bad Habit og Octopus eitthvað að reyna hérna að hjálpa. Blue buff resettast hérna, þetta er svo slæmt. Ég veit ekki alveg hvort að þetta að fara að vera þess virði, en hver veit sko botlane kemur að waveinu sínu og færa aðeins meira XP, þannig þau ættu að fá level 2 fyrr, sem er mjög gott og við sjáum að Dresson strax komið með miklu betra lead í junglinu sjálfu. Já, alveg að fara að vera svolítið á undan. Já, og það er rosalega gott sem Jarvan að vera svolítið á undan. Þannig kemur Sona-pókið. Sona early game Q-pók er svolítið diabolical. Já, alveg gerir svo mikið skada. Það er ekki fyrir MIQ level 2 stert á Lucianum, en er ekki að gera ómikið með það. Sjáu þetta damage! Þetta passive auto damage er crazy. En já. Það er bara að leika sér í Sona appreciators. Ætla hann að koma með eitt chicken veit á móti. Hann er náttúrulega með smite. Það er með level 40 gamer líka. Býttu.
Nei, Ó. Fortigi spottið hérna, enginn sem getur hjálpað honum, Fortigi þarf að flassa hérna. Og þetta Hver smætar? Hver betra smæti? alveg fullt reset, þetta gæti verið að hann allir á leiðinni. Mér sýnist að Regiment Odin líka mætti til hans. Hérna kemur Leikmaður. Smite Battle, hann hoppar inn á, Fortigi ekki með flast núna, með stun, hann ekki með tjóðaði, þetta kemur ekki smæti frá honum og núna First Blood komið á Dreson hérna. Leikmaður að reyna að hörfa hérna í burtu, ekki að fara að ná að stefna á Dresoni kannski, að gera svo mikið skaða hérna gennum Autos og hann dettur hann niður. Leikmaður reynir átt að passifið, að fara að ná fleeing í burtu. Var mjög hræddur. Þetta er mjög gott lít hérna fyrir Dreson og fyrir ATD. Þetta byrjunar... Já, Forty Gamer í svolítið erfiða stöðu núna í junglinu. Já, hann má ekki detta mikið meira eftir á. Nú náði Dreson svolítið að koma sér svona, já, Hann vel yfir. Vel yfir. Já, hauslaus og MAQ hérna að pusha, íta þessum skósinu undir turnin. Svona, já. Hann bara frekar slow start. Ég meina, botleinið Lucian vil póka eins mikið og hann getur. En hérna, það er svo sem svolítið erfitt á móti eitthvað eins og Caitlyn Braum að því ef þú tekur treyti of langt, nær Braum líklega stun bara og það veður bara. Já. Svo þetta Tiamat hérna fyrir Dreson sem verður að fara að gera þetta clear enn betra. Eitthvað að skoða smá drive-by hérna á miðju agræn en ætla bara að byrja. Hann heldur bara áfram að veita og mikið Forty Gamer, hann bara það er allt. Eftir á. Dreson ætlaði ekki setja sig við að vera invaded level 1. Nei. Var sem betur hinn með mappið en já. Þetta var svo ekki worth fyrir Forty Gamer myndi ég segja. Nei, svona, að fara að vera núna allavega, já, hann náði náttúrulega 2 kröppum líka hann Dreson svo að Forty Gamer að fara að vera einu kampi hérna eftir á. Og náttúrulega 5 killum eftir á. Já. Þetta Gubbi, aðeins að berjast hérna við leikmann. Sjá hérna, það svo gaman þegar við fáum að sjá Sion Ambessu barda seinna meir í leiknum. Mér líður svo að þetta búið að gerast margoft. Og leikmaður, þú gæti verið smá vanda hérna, ekkert mana en Gubbi gæti verið, svolítið að bíða, þarf að hafa eitthvað upp í hérna til að komast í burtu. Gubbi, hann ekki kúi náði ekki að taka í burtu og hlýtur bara að ná að hlaupa í burtu. Býta að koma svolítið nálægt. Gubbi! Hann vildi ekki leyfa leikmanna að fá þessa skósveina svo hann deyr fyrir vikið. Og Octopus orðinn svo lágur af þessum skaða frá hauslaus. En hérna kemur hann Forty Gamer. Það sé ekki ægt. MIQ næstu því stönnaður af Braum passivinu. Þeir fara að ná í, hann kemur ekki Auto en Q bara í staðinn. Þeir komast í burtu hérna MIQ og hauslaus. Já, MIQ þarf víst að flasha en betra að flasha en að deyja. Já, við erum hérna. Jú, Addi bara að drepa skósveina og hefur það bara gott í miðunni á þessum Kog'Maw. Já, þetta gott pick fyrir wave clear. Ég meina, þegar AP Kog'Maw kom með smá item. Já. Vá, hvað, já, þetta getur damage. Ég hugsa líka að bara breytingarnar við hvernig buffin virka í junglinu að fara að hjálpa honum svolítið seinna meir. Þar sem allir liðinu fá blue buff, þá þarf ekki endilega að vera að gefa alltaf. Nákvæmlega, já. Já, AP Kog'Maw, hann þarf svo sannarlega blue buff alltaf seinna meir í leiknum. Já, sérstaklega til þess að spamma ultið hans. Já. Sem ég meint með rosalega mikið range og við erum að sjá hérna eld vera tekið niður líklega bara frítt. Þetta bara mjög þægilegt. Þetta gott first pick. Já. CBT aðeins að... Þetta ekki Elder Soul, þetta er Chemtech, hérna, Cursed. Það gæti verið, það núna vind, eða Loftur, hann að fara að koma til leiksinn eftir 5 mínútur. Svo fá að sjá hvernig rof seðkallana breytist. Það verður efnidrygginn. Já, nákvæmlega. Róli heiti hérna.
Já, það er spurningin mitt, Og leikmaður reyna að fá eitthvað prokk hérna. Er eitthvað að berjast hérna við hann inn í þessum skósuna veifi? Núna samt þú að passa að þú vilt ekki deyja undir turni. Blasi kemur hérna í gegn einmitt frá húnum leikmannunum. Shit. Voidgrubs eru að spána hana eftir Pink Pons. Sýnist að Drésson að leitast eftir möðkonum hérna. Það sem hann kominn topp agrein megin hérna. Og Óðinn virðist líka fyrir lappi í áttina að möðkonum. Eða hvað? Já, mér sýnist einmitt, já, Bad Habit á leiðinu upp að Voidgrubs og Hauslaus líka. Hann þarf að flasta hérna aftur við að taka bláa buffið hérna. Hann tók þessu mjög persónulegan Drésson og ætla bara að halda áfram. Hérna kemur Bad Habit frá bot agreininni. Hérna komið til að venda Forti Gamer. Það gæti verið að leikmaður hérna ná að drepa Gubba hérna. Þeir eru svo lára nær kúinu gegn. Núna þeir að snúa þessum bardaga við hérna. Drésson á hlaupum. Þarf að henda í fána hérna yfir vegginn. Það að fara að takast hendir í flassið. Og núna getur leikmaður kannski dottið niður hérna. Ætla hann kannski bara að nota passivið. Nei, og þetta eru flassar hérna. Bad Habit og Addi. Þeir ætla svo sannarlega að taka niður Óðinn. Eitt át á enn eða kú frá honum. Hann kemur niður fjörið frá Óðinn og hann sleppur. Hann sleppur með svona til að hjálpa sér. En mér sýnist Forti Gamer fá bara Voidgrubs fyrir mögulega fritt. Ég held að Anti-DS ekki fara að fæta fyrir þetta meira. Hann samt svolítið lágur, en Bad Habit hann mættur til að hjálpa. Drésson tekur bara Raptor. Já, þetta sýnist eins og leikmaður og Bad Habit til að hjálpa honum. Forti. Og þetta eru þá fyrsti dreki og matgarnir. Varnir yfir til CPT. Gæti leitt til að þeir fái svo seinna þarna Hildardáðið eða Feat of Warfare gegnum bara objectives. Það möguleiki, en já. Forti Gamer einmitt svolítið eftir á í camps í sjálfur sér. Drésson komin svolítið undan þar. Komið svolítið mikið undan þar. En samt alveg gott fyrir CPT að fá þennan first strike og 3 Voidgrubs strax early game. Það, Já, Forti Gamer ekki að spila fyrir sjálfan sig allavega hérna, þar sem hann klárlega að ná í þessi objectives. Já, nákvæmlega. Sjá hérna skemmtilega Sioninn, leikmaður. Þetta var skemmtilegt kamera frá honum Óðinn hérna. Komin hérna í miðjuna, þetta bara hlaup í áttina Adda hérna. Hann hörvar. Já, hvernig finnst þið þessi TP changes með Ég verð að segja að þetta smá fyrirlegt fyrir mér. Ég veit ekki hvernig við líðum með það. En svo óvinnilegt að vera allir eitthvað svona, vera eitthvað kúla og svona ferðast yfir halvt mappið. Minnst það vera smá svona Þetta gerir svona laumu teleport alveg nánast ómögulegt. Þess að þú sérð kúluna bara á fleygiferð. Já, það sem kostur fyrir okkur botlines. Og speaking of leyni gangs. Það að vera Drésson eða samt Hauslaus smá að reyna að beita á inn. Já, ekki að fara ekki náði það sem stóð. Hann þarf bara að bakka hérna. Hann bakkar hérna bara. Já, þetta núna ekki mikið að gerast. Það samt hann Loftur að fara að koma til leiks. Býttu, hann kannski ekki að fara að ná að svolítið þetta leiða bakið sitt, en nei, einmitt, þetta leikmaður aðeins að stríða Gubba hérna. Þetta early game verður mjög slow. Ég held að við erum so far hefur það verið nú bara, við erum 2-3 og Anti-D að koma með smá meira lead, eða svona 1,5k lead á CPT. Eitthvað skemmtilegt að fara að gerast, erum að fara að sjá Pantheon ult. Erum að fara með Pantheon últið uppi, það engin annar nálagt MIQ og Hauslausi. Það lítur að koma, nei, kannski ekki. Ekkert að pæla í þessu. Af hvernig býða svona lengi, ok. Þetta var
svolítið, hann bara að bíða eftir að þeir lappi framanlega. Ó, Anna kemur það út. Anna kemur það út. Já, þegar liðið hans að deyja, en erum við að fara að sjá hann reyna að bjarga Bad-Habit. Bad-Habit gæti verið að deyja, nei, hann lifir af rétt svo. MIQ er að fara að tekja niður af Octopus. Hérna kemur teleporti í gegn frá honum Gubba. Er að fara að reyna að tádæfa með dresinni. Bad-Habit er svolítið í vanda hérna. Kemur TP hérna. Dreson últi í gegn, ekki nóg til að bjarga honum hérna. En núna er Dreson einn og yfirgefinn hérna milli turnana. Er Forty Gamer Octopus bara að taka niður þetta shutdown. Leikmaður hérna berjast hérna við Gubba og hauslaus á meðan. Er liðið hans að fara að koma hérna í tíma til að bjarga honum. Það virðist vera hauslaus og Gubbi gæti verið í smá vanda en Forty Gamer getur náð stönni. Hann hoppar hann á Octopus og Gubbi gæti verið í smá vanda. Er að reyna að gera hérna skada. AOE damage er svo mikið. Forty Gamer leikmaður núna að hörfa frá Gubba. Hann kemur samt stönnið í gegn. Er að fara að vera nóg. Leikmaður komið skjöldinu upp en hann kemur hauslaus. Besta damage, jésús, með clips. Regiment Odin er mættur. Hann er með ult. Já, en með ult hittir ekki. Bad-Habit kominn. Þetta er bara enda aldrei. En einmitt, MIQ dó mjög snemma í fætunum, mættur aftur. Þetta var nú svolítið langt fætt. En já, það er bara hérna, þetta var geggjað. Þetta fór svolítið mikið fram og tilbaka, einmitt, Dreson einn þannig, náði samt að drefa Bad-Habit. Regiment Odin getur fór klandri hérna á móti þetta. Já, og mér sýnist Anti-D að vera að fá dreng nummer 2 í henduna hans. Já, sýnist ekki mikið sem þeir eru að fara að gera hérna, en þá fáum við að sjá. Þetta er að fara að vera tækni drekinn næstur. Nei! Fáum þá að sjá Hextech Soulið sem er svolítið merkilegt. Addi, Ó. hvað er að gera þetta? Nærðu öðru hérna? Nei, Regiment Odin hleypur bara í burtu. Þetta range á hérna ultinu hans Kog'Maw er smá klika. Verður bara stærra og stærra með hverju level upi hérna. Er talað 16. levelið sem svona power spike svolítið hjá honum alveg eins og með kassetinn. Já. En við erum að sjá hérna smá bardaga í toppakrin eins og við fáum ótt að sjá hérna milli Sion og Amessu. Það er skemmtilegur. Nákvæmlega, Sona er komið með svolítið power spike, komið með Moonstone. Já. Þetta svona... Það getur verið mjög þægilegt, þau eru myndið ekki með þetta hér. Hérna hjá CBT. Sona er með freaky mikið healing á bara einu itemi, þannig... Getur gert svolítið mikið fyrir liðið með þessu Moonstone. Já. Við erum hérna... Skellrún er núna næst á lista hérna hjá liðunum. Eru eitthvað skoða í kringum hana? En núna er Gubbi og leikmaður eitthvað að berjast hana. Meðan er Dreson að bakka. Sér Forty Gamer. Þau veit ekki alveg... Það er að hoppa hann, last minute. Það er sjá hann. Það vilja ekki taka sér enn. Gubba hérna. Virðist þeim að Forty Gamer var ekki séður hérna á hann Dresinni og núna er þetta risastór lesk hérna beint á hann Gubba og er tekið niður af leikmanni. Við erum að sjá hérna svolítið aggressívan leikina frá leikmanni. MIQ getur verið smá babba hérna. Nú er Bad-Habit nær últinni þá en passivinn er að komast í gegn og hann hlýtur að koma rútið í á. Má ekki reyfa sig hana. Þetta er, hvað, lethality? Lethality Caitlyn, já, maður sér það nú ekki eins og oft. Líklega svo tekið niður hérna, nær líka að stoppa leikmann að komast inn í turnið. Þetta hlýtur að double kill hérna handa Óðinn. Skjöldurinn eitthvað að gerast en þetta er double kill fyrir Óðinn. Gekkju 2 kills hérna frá Aditya. Notuðu reyndar Sónolt og hérna Hueolt. Og mistu turninn í miðunni. Mistu turninn í miðunni, en það er samt. Já, CBT er að koma í pingubonsa líð núna eftir þetta. Já, þetta er þægilegt hérna. Fyrsti turnin tekin og öll þessi plate. Nú er Skellrún að fara að vera hérna barist líklega fyrir hérna. Bad-Habit og Addi hérna eru svona að lappa inn í 3 hérna og þurfa að passa sig. Bad-Habit reynir eitthvað að stríða þeim hérna en þeir eru alveg hættulega. Hann kemur þess að Pantheon eftir nær að stela. Forty Gamer ætlar svo að taka niður Dreson, leikmaður mættur líka og þetta er dauður Dreson. Ætlar eitthvað að halda áfram hérna með Adda. Það getur verið að reyna alltaf hérna Sona en hún er bara allt quick. Addi hérna að reyna eitthvað að snæpa en þetta var samt þá, var þetta ekki Feat of Warfare, jú, þetta var það. Hildardáði. Hvað sem orðabókin segir hérna.
Hvað segir orðabókin? Segir hildardáð. Hildardáð, já. Já. Ó! Ég myndi hélt að Bad Habit væri að taka törrudækur og hann sýnist ekki. Þetta er alveg þægilegt hérna, leikmaður er mjög sterkur núna alveg miðað við Gubba hérna í topp-bakgrinninni. Já, náttúrulega mjög mikilvægur frontline. Þeir eru með 2 mjög góð frontline sína, bæði með Sion og Braum. En svona tanky frontlines, þannig einmitt eitthvað eins og Addi og Octopus, ef þeir ná nógu gott lead sem so far þeir báðir bara í mjög fína stöðu, þá held þeir munu gera mjög mikið damage, það verður mjög erfitt að komast á þá. Já. Af því það er eini sem gæti þannig að hoppa á þá eitthvað eins og Gubbi Fitness eða Huey frá 1000 metrar í burtu. Þannig, who knows? Þetta er að fara að vera allavega svolítið erfitt hérna fyrir þá Dresun og Gubbi. Þurfa svolítið að komast fyrir aftan liðið, setja meir. Já. Reyna að ná þessum stóru leikmönnum hérna á Octopus niður. Við erum að sjá núna líka annað itemið komið hérna á leikmann. Lítur hann með mesta gullið eins og er. Últi undir Tower, en hann ætlar bara að... Já, ég veit ekki alveg. Ok. Þetta var... Já. Kann ekki alveg að keyra þessi, en jú, hann er bara að fara að nota skellrúnu hérna, hann er... Herðu. Jóka, við erum að sjá svolítið risa barða hérna niður í bláa frumskóginum hérna og það er að fara að vera dotti niður hérna Dresun, núna Gubbi sem komin inn í allt liðir, hvað er að gera? Það er enginn alltaf annar að hjálpa þér, Hausleis og MIQ reyna eitthvað að gera frá hliðalínunni, en gerir ekki nóg. Nei! Hann er bara að drepa Óðinn, hann var alveg saman turnin, eða hvað, þetta er hann að deyja á móti Óðinn. Hann kemur Heraldinn, hann náði að tjarta. En þetta kemur MIQ og Hausleis núna, löppuður bara. Allt í einu byrtist þeir bara. Hvað er í gangi í topplinni? What? Eitthvað skemmtilegt, hann leikmaður, allavega var hann... Ég er að vona að hann var að reyna að hitta Huey þannig. Já, ég hugsa að hann var að reyna Ég hugsa það. Ríktalega náðu svo, já, Skellrún góða. Náði að charge á turnin. Já. Við erum að koma með líka lít hérna hjá Adda þrátt fyrir að vera 0. 0 og 4. Það er flott. Það er klassík. Þá veistu að það er að gera eitthvað rétt. Við sjáum hérna, Hausleis eitthvað að vera að klíra núna. Vision. Adakan er spawnaði botlane. Adakan er rosalega mikilvægt objective. Að því hann er svo nýr. Já. Það var eins og margir svona, nei. Já, ég held að Adgeir, hann er sko... Hann er sterkasti objective. Já, gefur svo mikið XP ekki satt og... Hann er með hæsta win rate, að minnst kosti. Hann er með hæra win rate að Baron. Þeir eru allir komnir hérna á Adakan. Þeir hljóta skilja ATD skilur að þetta er mjög mikilvægt að taka Adgeir niður hérna. Þeir eru bara eitthvað... Það er eitthvað að vera að MIQ fyrir mid til þess að passa á ef við sé ekki completely pushed. Leikmaður er samt líka toplane, ætlar mögulega bara að taka tier 2. Gubbi er ekki nálægt þessum turni og er því miður að fara að missa hann. Nú er aftur svo bara eitthvað að hlaupa hérna inn í og hann kemur Bad Habit og Forty Gamer og þetta er liðið að fara að springa hérna. Dresun og Hausleis að ná að hörfa. En þetta var nú ekki sem þið vildu. Adakan eða Adgeir gæti verið að teki núna. Mjög mikilvæga liðsfélagar hérna hjá ATD tekin hérna niður. Huey er svo mikilvægur í að reyna að ríteka Adakan. Þeir því miður bara geta ekki gert það lengur. Leikmaður mættir hérna millegin. Er MIQ í bobba hérna? Ég held það ekki. Svo mikil skaði. Hausleis er eitthvað að distracta þá með piano. Hvað heitir þetta? Hún spilar ekki á piano, hún spilar á svona harp. Já, harp. Ég veit það ekki. Ég er svona að reyna að stela, þeir þurfa virkilega að gera eitthvað í þessu, þetta gæti verið mjög dýrt. Gubbi Fitness og hoppar Adda hérna shut down. Nei, Dresun náði Adakan! Og við sjáum ekki Adakan vera tekin hérna af CPT, þetta er dýrt. Það er dýrt. Opbossi. Addi núna dettur niður og shut down yfir til þeirra og þetta er vort. Við erum bæðið shutdown og Adakan. Það er svolítið sátt fyrir CPT sem voru með frekar gott lead en ATD eru búin að taka það tilbaka. Leikmaður reynir að bjarga turninu en það er ekki nóg. Hann gæti mér þess að dotti niður fyrir það. Octopus kominn á svæðið en er það að fara að vera nóg? Ég veit ekki með hann kemur híli í gegn. Forty Gamer hoppar á MIQ, gæti verið nóg. Tekið niður. Gubbi Fitness er virkilega
skyndilega að reyna að drepa tengin en kemur ekki. Nei, Octopus, búm. risa skaði hérna og þetta 3 sem detta niður hjá ATD. Alveg mjög vont hérna það sem voru með fínt þarna. Þau voru að koma með smá Tempo lít, og- CBT tók það tilbaka. Ó, þetta bara dífa hérna og Dresun hann þarf að blassa hérna í burtu. Hann ekki bara últið nær Rétt og svo ekki. Octopus heldur áfram bara á turninum. Octopus huge núna, sérðu það, hann með 2 items, hann með AI og hérna Collector. Þetta bara að gera svo mikið. Mann hvað það heitir núna. Já. Ein af fáum items þar sem ég bara svona completely dettur úr hausnum mínum. Kollektor eða safnari. Safnarinn, nákvæmlega. En já, Turnin, nú svo mikið gull núna komið hérna til CBT. Taka hann þess að turna. Og þetta bara allt annan leikur heldur en þegar þeir voru hérna seinasta móti ATD. já, þetta samt alveg svolítið svipað. Ég meina þetta anyone's game eins og maður segir. Já. ATD þóttu séu hérna í hvað, 4K deficit cirka bát. Þá hérna, Þeir komist úr því seinast ekki samt. þau komast úr því senast, so anything can happen eins og maður segir. Og einmitt, eins og við svolítið predictum, hérna, þetta jafnasti leikurinn. Já. Og menn sko segja samkvæmt hérna tölurnar og Já. allt svoleiðis, þannig hérna, já, ég er bara ekki hissa, þannig séð. Já, við erum að Þetta spennandi leikur framöndan. En hérna, Þeir svolítið núna að dansa hérna í kringum dregan þar sem það tæknir núna að fara að stíga á svið. einmitt, spawnerinn eftir 20 sekundur. Þeir eru eiginlega allir þannig í kring Dresun, ætlar að bakka hérna. Skal hérna ná einhverjum, þeir eru núna með alveg fínt vision control hérna. Octopus er núna rosalega mikilvæg, hann er með 700 Já. gugl shutdown. Þannig að hann er samt með þetta frábæra frontline með sér, einmitt Brom og Sion og einmitt með Pantheon sem líka hoppar inn. Það eru svo margir að fókusa á Pantheon. Já. Þannig að Octopus nær oft bara frí að taka, þannig séð. Já, þessi dregi bara hvarf en ég hugsa að ef CBT nær að spila rétt þá ætti ATD ekki svona að sjá Octopus og Adda þegar þeir eiga. Nákvæmlega. En hérna, já, það er bara mikilvægt að Octopus haldi sínu positioni vel. Addi, Hvernig að taka bláa buffið hérna sem búið að vera reynt að vera tekið af Dresun núna bara allan leikinn. Enda á þú sár fær eftir stökuna í ekki, byrjun. já. Sýnist hérna, já þeir beðu hérna eftir 25 mínútum hérna, fá núna allir bláa buffið hérna. Nákvæmlega, Baron er mættur. Baron er svolítið riski eins og af því ef til dæmis CBT ætlar að reyna að taka Baron og ATD náði á þeim, þá getur þetta verið smá swap. Já, þetta er svona... Þetta er Baron mjög throw. riski. Já, Baron throw, það er alveg hægt innan, sko. Það er Þannig- alltaf mjög stór möguleiki á því, sérstaklega ef liður aðeins of svona góð með sig, Einmitt. eins og kannski Cool Beans tím byrjað að líða. Öllið Ó. hérna, Addi gæti Svolítið gott damage hérna. er bara dáinn, nei, hann kemur Serafs skjöldurinn sem hérna, tekur svolítið mikið af þessu skaða þarna. En hann þarf að hörfa. Já. Einmitt, tier 1 topplane ennþá uppi, bara rétt svo síðasta lífinu sínu. En hérna, rétt sem dóðinn er því einmitt núna. Já, þetta er hann lóks niður. Leikmaður mætti botlane til þess að alltaf fórum að pusha núna á sjáum við. Leikmaður þekkir þetta, hann hérna, vill ekki gefa okkur á streyminu annan Ambessu Sion bardaga. Nei, sem endist í 30 sekundur, Já, hann ef svo það. kæra þakkir til leikmann sinna. Hann veit alveg að þetta mun enda til eilífu bara. Já. Núna, eitthvað hérna, þeir virðast eins og eru að leita af einhverju hérna. Eins og Já, eru að samt. lappa inn í þá. Samt ekki, þau verða svolítið mikið, sko bæði liðin, sérstaklega CBT verður svolítið að passa sig ekki fyrir að pikt hérna. Já, Af því ef þau eru pikt þá fær ATD opening til þess að taka Baron og mögulega í rauninni fá leikinn aftur í hendunar. bæði liðin þurfa að vera svolítið hrætt við að vera náð bara eins og því að Já, bæði liðin eru í mjög fragile stöðu núna. Því ég held að Baron gera verkum að bara hvort lið fáir hérna, inhib snemma. Sérstaklega mid-inhib sem getur verið rosalega
gott. En já, CBT sérstaklega því þau eru komin einmitt með 4K Gold lead á ATD sem eins og maður segir, eiginlega ekki neitt þannig séð af því við höfum séð ATD vinna þótt að þau voru eiginlega allan leikinn í 4K deficit þannig séð. Já. Það er eitthvað verið að leita að Addi geti verið maður sem hættuleg stöði þannig eina sekundu. Já, hann þarf að passa sig núna á þessum Jarvan og Bessu bara hoppa úr þokunni á hann. En hann hlýtur að þekka þetta. Já, bad habit þarf svolítið að vera að hafa hann. Það þarf eiginlega alltaf að vera einhver eitt support frontliner eða eitthvað til þess að hafa annarkvort bæði Caitlyn og Kog'Maw. Þeir eru með nógu mikið af einhverjum þeim. Jú. Meiri sem 4G Gamer er svolítið frontline. Hann er smá svona secondary support þannig séð. Octopus gæti verið smá vanda hérna. Hann er með nett. Eiginlega hoppa hérna yfir. Ulti Gamer er að læra að... Gott dodge þannig, þótt þetta var mjög hættulegt fyrir Octopus. Já, þetta er mjög... Gekk red buff þó, worth. Hann leikmaður. Þetta er svona ekki maður sem þið viljið ná hérna, þannig að restina af leiðinni er að bíða. Þetta gæti verið, er þið bara að fara að reyna að berjast núna? Nei. Það eru eitthvað þrettina barónum eins og sig. Leikurinn er komin í smá svona standstill þar sem bæði liðin eru ekki að gera of mikið af einhverjum svona erfiðum moves. Já, svona risky plays, svolítið. Já. Eru bara að taka skósveina, eru kannski bara að bíða eftir næsta dreka. Þetta er samt sál. Þetta er sál, sko. Ég get samt ekki verið að treyta hérna fyrir baróninni og sál. Þetta er sterk sál. Ég held ekki nefnilega. Þeir eru ekki að reyna að pusha midlane samt sem fyrst. Mjög sniðugt move. Gubbi, wow. Kemur risa skaði hérna á hann. Dresoni það er að leita Octopus og Adda. Þeir eru mjög saman. Þeir nást báðir inn í eitt Jarvanöld, þá eru þeir dánir. Drekinn er spannað, ég held að 4G Gamer ætla bara að byrja hann strax á meðan hitliðið ætla bara að distrakta. Oh my god, þetta er beautiful. Ég er með últi. Ætla að fara á barónu með hann. Ég held að þeir vita að 4G Gamer sé á dreka þar sem þeir eru ekki með honum. Þeir verða að fara inn núna, committa í fætið og meðan 4G Gamer er ekki þannig, eða bara... Já. Ég held að reyna að taka baró sér svo riski nema þeir bara klára hann ASAP. Þetta er erfið stað, hann er svona detta mjög... Hann er með detta mjög hratt þegar 4G Gamer á ekki tíma til að koma tilbaka. Þetta gæti verið vont, þeir eru að berast hérna 4 á móti 5. Kog'Maw pókið. Hauslaus að deyja hérna, hann er Hextech-sálinn komin í hús, handaðum. Hann er Adda að gera einhvern skaða hérna. Bad habit að reyna að bjarga leikmanni. Leikmann er komin í passiðu samt og hann kemur 4G Gamer frá drekanum. Leikmann gera svo mikið skaða hérna gegnum passiðu við MIQ. Núna hörfa 4G Gamer, flassar á hauslaus og þetta gæti verið dauðsóna. Bara MIQ eftir. Caitlyn er ekki mótli en Kog'Maw er aftur á móti með... Hann er elda. Hann er með flash. Finnur hann ekki hana, hann er ekki búinn. Hann klárar að flasha? Nei, ég held ekki. Hann ætla bara en þetta var sko ekki múfið hjá ATD sýnist mér. Nei, hefðu bara svolítið átt að kannski reyna að berjast við þá. Ég hefði... Annars staðar, einhvers staðar, að reyna allavega ekki gefa þeim sál. Bara svona léttilega. Mjög sniðið hjá CBT samt að bara í rauninni svolítið bara svona distrakta þá. Á meðan 4G Gamer var að taka drega. Að því þau voru svolítið bara að blokka ATD frá því að koma inn í fætið svolítið. Já. En þannig átti að því ATD eru 5 á móti 4. 4G Gamer er ekki þannig, hann er með mjög gott stun á point and click stun á hvern sem er. Þannig hefði líklega ATD átti bara að hoppa inn. Bara full engage á liðir. Það er eiginlega eini sensina því ég meina annarkvort það eða þú veist, ég held að ég myndi alltaf tapa 5v5 fight ef sérstaklega með Soul. Þannig já, nýta tækifærið á meðan þau eru ekki með Soul og bara fæta. Þú eru oft talað hvernig sterk Hextech-sálinn er. Bara GG sko, hún er svo sterk. Þannig að það var svolítið svona
það var að öllum líkindum eitthvað svona hesitation, þannig ég þekki þetta alveg eitthvað í liðinu segir fyrir minn, annar í liðinu, nei. Það er klassík sko, ég finnst mjög líklegt að það hafi verið eitthvað svoleiðis, en Já, þetta er en ATD eru ekki átt. Nei, þeir eru ennþá inn í þessum leik. Bresson hefur stala Atakan áðan, hann getur nú alveg stóðlega Baron. Já, núna Nema hann náður þetta, hann tekur svo mikið skaðina frá Octopus, er hann ekki með reyndin? Nei, Bresson missir samt mikið af lífinu hérna. Sjá hauslaus og Octopus gæti verið í vondu stöðu, nei. Já, mögulega, en ég held að þeir ætla bara að byrja Baron. Þeir vita að það er rosalega erfitt að stoppa, en leikmaður er botlane samt sem að þannig að þetta er 4v5. Já, þeir þurfa að hafa leikmennina líka þar sem hann er svo stór í þessum bardöfum hérna, liðsbardöfunum. Ég held að hann ætla bara að taka tier 2. Það er mjög líklegt. Hvað tapir eftir vanda, það kemur últið, þá þarf Addi núna bara að hitta þessum últum í gegn. MIQ tekinn hættilega niður og hana kemur Forge Gamer núna í baklinu og Reggie Dóðin lítur að detta niður, en þetta gæti verið mjög dauður Pantheon. Forge Gamer rétt svo drefinn hérna, shutdown, Guppi Fitness hann tekinn niður hérna baklinu og hana kemur leikmaður, kemur flassir á hauslaus, tapir að reyna, allir að gera svo mikið skaða með þessum últum og þetta gæti verið leikur ef þeir spila þetta rétt. Bara Dresun og MIQ lifandi. Ég held það. Þeir eru að reyna að fara að enda hérna kannski. MIQ ekki með ult til að taka þessa minjuna. Þetta verður erfið vörn hérna. Og þetta hlýtur að vera leikur að detta niður hjá ATD. MIQ hérna, deyja móti Adda og leikmanni. Dresun, einn eftir að reyna að venda. Hann hoppa bara í burtu. Eða deyja hann á móti Adda. Addi, hvað ætlar að gera? Og þetta er 1-0 núna. 1-0 fyrir CBT og mjög góður leikur. Já. Mjög bara, 34 mínúna leikur. Voru alltaf í svolítið svona 3K, 4K, svona gold lead. Já. Svolítið eins og leikarnir sem við sáum þannig hjá þeim daginn, þannig séð. Svolítið svona eins og að spila pingpong oft þessi lið. Eru bara svona henda þessu lítið á milli sín. Þarna var samt Coolbean svolítið lengi yfir með þessu 4K, en maður hugsaði samt kannski getur ATD alveg bara náð ykkur svona eins og að stela Atakan. Og þetta var bara æðislega að spila hjá þessum liðum bara báðum. Já, þeir tóku mjög svona safe approach að þessu, voru að passa upp á, þau voru ekki meint að gefa þeim sjans að öðla, en á sama tíma með því að svolítið lengja út leikinn stundum getur verið að gefa ATD sjansa. Já. Sérstaklega sem þeir unnu á móti CBT smávegis þannig. Já, nákvæmlega. En alveg sé mjög góður leikur og ég held sko, ég minnst mjög líklegt að við farum í Game 3. Já, minnst það mjög líklegt. En já. En við erum núna að fara bara að rúlla auglýsingar, ekki fara langt, þetta er bara fyrsti leikurinn í seríunni. Býttu hann að skipta akrein?
Hæ aftur og velkomin í G-deildina. Það sem við erum núna að fara í leik númer 2 eftir örskamastund. Jeps. Erum við ekki bara super pepp fyrir leik nummer 2? Ég er mjög pepp. Þetta er að fara að vera æðislega skemmtilegu leikur. Já. Ég held að hann verður vonandi jafn og þessi. En núna eru nokkrar hetjur sem eru ekki í boði handa liðunum. Einmitt. Og hérna, ef við bara farið við það örsnögt. Já, endilega. Hvaða karakterar þau með ekki pikka sem sagt í game nummer 2. Þau með pikka það sem er bönnuðu. Já. Ég man ekki hvað er bönnuðu. Þannig það skiptir engum máli. Já, ok. En hérna, á minni sko að segja, hérna hjá ATD þá var pikkað hérna besta toplane. Jarvan Jungle, Waymid, Lucian og Sona. Já. Hjá CBT, það var Sion. Pantheon. Sion, Pantheon, já, alveg rétt. Kog'Maw, Caitlyn og Braum. Já, Þannig að þetta eru kartan sem er ekki verið pekt. Ég ætla bara að skráða hjá mér hörsnögt. Þetta er að fara að líta þá kannski aðeins öðruvísi út þetta draft, en ég hugsa að bönnin kannski á verða svolítið svipuð. Ég held að vera alltaf Twitch bann, ég held að vera alltaf Yorick bann, Aurora bann. Já, ég held sko, að minnst sko sem með vera einslu, þá finnst mér Fearless vera oft þannig að bönnin eru eiginlega alltaf alveg eins. Já. Af því þetta er bara svona, ok, þú veist, við viljum ekki spila á móti þessi karakter og við vitum að ef við bönnum það ekki, þá munum við spila á móti þeim. Þú veist, það er ástæða af hverju það er banned í fyrsta leik. Já. Ef það eru samt einhver karakterar sem þau eru eitthvað svona, ok, við viljum spila þennan, en ég veit að hann spila þetta, þannig við kannski sjáum meira svona counterbans. Já. En samt almennt, þú veist, ég held að fyrstu 3 bönnin munum alltaf vera alveg eins. Alltaf. Já. Eins og við segja, alltaf Twitch bann og Aurora bann og Yorick. Þeir liðin eru núna að spila held ég á öfum hliðum. Núna ætti ATT held ég. Ég held að þeir eru núna Blue. Já. Og það gæti svona, já, þeir eru með þetta first pick núna. Þeir tóku Cool Beans, þeir tóku hvað í fyrsta vali, var það, hvað var það þeir? Cool Beans þeim, þau pekkuðu Pantheon. Já, tóku Pantheon, ég veit ekki hvort að ATD er eitthvað að fara að reyna að prioritæsa Pantheon eitthvað, að pælingin svona, nei, býttu, hvað er að segja? Pantheon er búinn, hann er farinn. Ég er svo óviss með það er samt til eitthvað, ég er ekki að begla, það er til eitthvað svona draft system sem virkar þannig að þeir, þótt að enemy pikka það, þá má þú samt líka pikka það. Já. En það er bara að enemyð má ekki pikka það tvisvar. Ég man ekki hvað þetta er, en á minnst það er ekki þannig. Núna, við hoppum kannski bara myndinni draft. Beint í heiti valið. Og við sjáum, Twitch mann, Aurora mann, alltaf sama. Þetta hlýtur að vera mjög svipað, ég hugsa ekki að þeir vilja hleypa neitt af þessu gegn nema að ATD spilar Aurora og first pickja, en ég veit ekki með það. Það er ekki priority pick, ég veit samt að Redmond Óðun spilar eitthvað Aurora. Já. Þannig ekki meira Yorick bannin til að byrja með frá ATD og Twitch bannið frá CBT. Já. Og þá fáum við sjá Cassandra bannið frá ATD. Það er eitthvað svona... eða Aurora, kannski eru bara... Já, Aurora bannið. Þeir bönnuðu Cassandra í fyrstu 3 minni mig. Já, þeir tóku það í fyrstu 3. Já, þetta er alltaf sama. Þetta ætti að vera Cassandra nema þeir alltaf taka Cassandra. Gubbi held ég getur alveg spila. Já. Wukongin í staðinn. CBD er þá með valið núna hvort þið er að fara að banna. En kannski var það Wukong bann snemma. Ég man það ekki. Já, þeir taka hana Sin Sá. Sin Sá bann? Vil ekki sjá það vera að spila á móti sér. Pæling hvort þeir first pick Cassandra smá svona, ég hugsa að það er svona pælingin að það á bakvið Wukong bannið núna í staðinn. Hvort það sé betið með svar fyrir Cassandra pickinu hérna? Minnst mjög, þótt að Cassandra getur verið að spila midlane, þá finnst mér mjög ólíklegt að þessu að pikka það midlane. Já. CBT ætla bara að fara strax í Kai'Sa pick að öllum líkinum fyrir Octopus, ég held að það sé ekki Kai'Sa mid. En þessi lið eru með fullt af surprises, þannig who knows, kannski er þetta í Kai'Sa mid. Orn! Þessi kjöra Orn inn í Cassandra direkt, hann var bannaður í seinasta leik. Ætta bara
Já, sjá Cassante, hann líklega ekki að fara mitt. Ég myndi allan ekki búast við því. Aphelios fyrir hann MQ, við erum nú ekki búin að sjá hann spila Aphelios að minnst ekki á stream og þá erum við Karma pikinni á Hauslaus. Karma er eitt helsta support sem Hauslaus er búin að vera að spila. Já. Þannig ég bjóst við að myndum við annarkvært sjá bann eða Karma pick í þessari seríu. En Nautilus. Beint Það er svolítið erfitt botlane. Já, þetta núna mikið CSC hérna komið í hús handa CBT bara með Ornn og Nautilus. Kai'Sa Nautilus er bara svo klassískt kombo. Já. Það er bara, Melbann, þetta var ekki síðast þegar banna Mel á honum Regiment Odin, vilja ekki spila á móti. Og Vel'Koz, já. Þetta já, fínt targetin á Adda, það sem hann hefur spilað þar við Vel'Koz, ég hugsaði vilja ekki vera á móti. Spurning hvort við fáum að sjá eitthvað eins og, sko, ég veit að Ariban, kannski ekki fáum við að sjá Morgana mid-pickina. Gæti verið eitthvað þannig. Það er samt svolítið erfitt að svona early picka Morgana mid, þetta er ekki sérstaklega sælasleikur. Þetta er að býða með, kannski, býða bara með miðjuna. Sjá hvað ATT er að fara að velja hérna og þá fá þeir þægilegt counterpick hérna í topp og núna í miðjunni. Dresson Kane, það er alveg hættulegt. Er ekki Kane Trundle samt svolítið erfitt matchup fyrir Kane? Ég hugsa það, jú. Ég held að Trundle vinna alltaf early, mid og late game. Sama hvernig evolution hann fer. Fáum að sjá hver er midlane hérna á ATT. Ég er að... Viktor, hann er... Mér langar að sjá Morgana, Merla eða LeBlanc. Gæti verið eitthvað... LeBlanc? Hann er með skrítin pick í miðjunni. Það er að fara að vera hérna... Kannski Smolder, búm, ég er að sjóka. Hann er ekki bara að peka Smolder myndina. Held ég. Býðum hérna Orianna. Ok. Já, of course. Sjá fínasta svona bara... Reyndar er Regiment Odin meiri Orianna player. Að maður sé samkvæmt mínu hérna grafina. Þetta er svolítið svona mjög heavy teamfighting komp hérna hjá allavega CBT. Þeir eru alltaf með Ornn og Nautilus með Oriannunni. Þetta verður hættulegt hérna. Já, þeir eru með talsvert meira scaling hérna hjá ATT. Með verra frontline, CBT eru mjög mikið að vinna með svona heavy frontlines. Já. Og svo, já. En við ætlum bara að skella okkur beinislega inn í leikinn þar sem við sjáum núna hvernig þessi Game 2 fer. Jæja, maður sjá. Þá bara hérna, einmitt, eins og ég verið að segja, þá eru CBT búin að vinna með mjög mikið á svona heavy frontline teamcomps þar sem þeir eru með bæði toplane og support eða alltaf í góðu frontline meðan, er eitthvað veitina? Aftur? Alltaf eitthvað veitina. Þeir eru samt að matcha það. Nautilus er ekki með hook. Það er svona ekki komin hérna. Bad habit. Þetta flassa hérna. Leikmaður líka komin. Þeir fljóta bara núna að hörfa. Þeir eru bara að bakka hérna. Það er ekki gott fyrir... Já, hann er reynda með X-Flash. Það er ekkert svo slæmt. Nei, allavega hann er engaged hjá þeim að fara að vera hérna... Allavega smá svona... Allt í lagi ennþá með þessu X-Flashi. En það má eiginlega ekki vera náður svona snemma í botnagrinni. Þetta getur verið svolítið erfitt botlane fyrir hérna Karma Aphelios þar sem Kai'Sa Nautilus eru með svo mikið burst. Bæði Kai'Sa með bara rosalega mikið burst damage og Nautilus er með freaky mikið damage early game. Addi er rétt sem í dóðinina, skiptast á höggum. Þetta ætti að fara í hag. Já. Orianna eiginlega meira. Ég verður að fara í auto-attack fight. Já, þetta er samt, já, strax 2 healthpots notaðir hérna. Addi er að fara að fá aðeins meira vali úr þessu þar sem hann var með lægra líf. En já, þessi sköldur í kúnu hjá Óðinn er að fara að vera svolítið gott fyrir þessi autofights. Það er mjög useful. Við erum hérna líklegast að fara að sjá samt alveg frekar hægan leik til að byrja með. Utan í miðjunni, þar sem þeir eru bara að skiptast á höggum, hægri, vinstri.
2 kom í hús. Þetta einmitt, já, flest lanes frekar passíft, bara svolítið eins og í sísta leik. Orianna Viktor svolítið þannig lane að maður mikið að póka og eitthvað svoleiðis. Ég held samt að Bad Habit mun alveg hoppa inn ef hann sér sjans til þess, þótt að Karma early game damage getur verið svolítið erfitt, en ég held samt að Kai'Sa Nautilus ætti alltaf að vera fætið á móti Aphelios. Ef Nautilus nær hooka á Aphelios, það getur verið svolítið erfiðara ef hann nær hooka á Karma. Já. Aðeins meira píl þar. Við erum líka að sjá hérna að þetta 100% að fara að vera rauður Kayn hérna hjá Drésinni, þar sem þetta svolítið mikið af svona stórum tank karakterum hérna hjá CPT, Ornn og Trundle og Nautilusin. Já. Það er að vera gott value. Minnst það líka bara einmitt mjög fínt, þar sem ADT eiginlega eina frontlæna Gubbi Finnis. Já, það vil taka svolítið mikið skaðina frá MIQ og Hauslausi hérna. Rísa skaði. Þarf að nota 1 pott. Aðeins að fá líf tilbaka. Já. Svo bara, já, þeir svolítið að pota í þá hérna. Forgy Gamer komin samt. Nær að Hauslaus. sjá Hauslaus kannski með pillar. Það kemur að Hauslaus þarf að flassa. Mjög flott frá Forgy Gamer. Og meðan í toppleninu þá Gubbi Finnis mættir í smá fight. Dresson. Hann með flassina, með þarf að flassa. Dresson flassar en það ekki nóg. Oh my god! Að lifi rétt svo. Bæði Dresson og Gubbi Finnis þurfa að flassa en að ná samt ekki first blood á leikmannunum, en leikmaður heldur áfram alltaf að lifa með bara 1 líf. svo Forgy Gamer að gagga að taka Raptors. Hann er svolítið ákveða sig. Hann Ghost kemur frá hennar MIQ. Þetta var að vera rútið núna bara í hálfa öld. Nei, sýnist ekki. Eitthvað að skiptast á högginu alltaf aðeins að treyta hérna. Rosalega hvað damage frá MIQ-inu í byrjun. Já. Aphelios, þótt að þetta sé scaling champion, hann með rosalega gott damage early game, sérstaklega í long range sniper ræflaðan hans. Já. Eða þar sé hvíta. Þá, já, þetta gerir rosalega mikið damage. Já. Þetta ljósbláað? Ég meina, hann með eiginlega 2 hvít. Já, ég held að 1 hvít hérna Shurikens Já. og svo þetta svona ljósblá grænt eiginlega. Einmitt. Það svona long range. Oh my god, sjá þetta bók! Octopus og Bad Habit ekki að fá að spila leikinn hérna þar sem Hauslaus heldur áfram bara að henda þessum kúum út á hann. Erfitt. Sem henni besta leiðin til þess að spila þetta lane. First blood, hann deyr bara! Bad Habit! Hauslaus og MIQ bara stjórna botnagreininni. Hann mátti ekki fara hann inn. Forgy Gamer þarf virkilega aðeins að hjálpa þeim hana til að Hauslaus næstu því að ná Octopus líka. Og þetta eru 2 plates að detta niður mjög snemma. Mjög gott value fyrir hérna botleinið hjá ADT. En hérna, já, það Hextech Drake núna sem first Drake, þannig að þetta ekki Hextech Sound. Í vanda hérna. Hann samt góður. Meiri fillable til að halda sér lengur í lane, en já, þetta að fara að vera, já, Hextech Drake. Enginn byrjað á honum eins og eða með hugleiðingar til þess. En Octopus og Bad Habit, þeir pekuðu sínar hetjur á undan MIQ og Hauslaus. Þetta hlýtur að verka counter sem þeir bara vissu að myndi virka svona vel snemma. Já. Og bara að standa sér æðislega. Forgy Gamer núna ekki spottaður, en gæti komið og hjálpað Adda hérna. Ekki hér hérna frá Hauslaus. Það svolítið ekki nóg. Dresson komin hérna til að hjálpa liðinu sínu. Bad Habit samt. Þeir ætla að halda áfram Hauslaus. Þetta eitthvað risky. Hann ætla samt að stegja fyrir Olta hans. Hauslaus hérna gæti núna verið í smá vanda hérna. Húkaðir af honum Bad Habit og Forgy Gamer tekur hann niður. Mjög gott tálbeiting hérna. Já, nákvæmlega. Þetta var mjög gott að tempta millilinu á honum Adda og ég mynd Karma healar fyrir auka movement speedið til þess að passa upp á 12.5 actually hitti. Já. En það var bara því miður ekki nóg. Fínt hérna að Hauslaus fer núna í burtu frá botnagrein svo Octopus getur fengið að farma svolítið. Mjög
leðilegt handa honum. Við erum að sjá svona eitthvað, einhvern veginn að eldingaleiki hérna í dreka hittinu hérna. Núna er Flash frá Bad Habit. allir hérna flössu yfir. Forgy Gamer líka og Drieso núna er kannski að fara að tekið niður hérna Forgy Gamer og Tappi, hann er næstu samt að fara að komast í burtu. Rétt svo tekið niður. Núna MIQ kannski vanda hérna Forgy Gamer. Hann flassar hérna eftir Octopus. Nær að taka niður. Líka Bad Tappi tekið niður Reggie Dóðin og Forgy Gamer lítur að vera tekið niður hérna hauslausi. Risa turnaround í þessum bardaga hérna hjá þeim. En ég held að við mistum að solo-killi í topplane þar sem hann Orn draf Cassandra. Já, það er rétt. Þarna er hann. Sáttu með sig. Hann er nú með hérna eldin, Bamis, Cinder, svo auðvitað náði hann að drepa Cassandra. Já, en einmitt mjög gott lít hérna á botlaneinu hjá ADD með þetta kill. Ég var að segja að þetta var allt risky flash hjá MQ en Reggie Dóðin var svo sem við hliðan honum, þannig það bara í rauninni var bara allt í lagi. Já. Bad Habit. Hvað er að gera? Stoppa þetta. Recall. Nei. Nei. Hauslaus mættir hérna aftur midlane. Er svolítið í því að ráfa rófsiðkallana hérna og núna sjáum við samt drekan vera tekinn og það er aftur Cool Beans team. Þeir eru að samt sem að þeir að taka hérna Rift, Void Grabs segi ég. Maðgarnir að vera teknar að dresinni og hauslausi. Taka þá bara smá svona skipti. Getur þetta verið Tower Dive? Nei, ég held ekki. Nei. Þetta er MIQ með líka rauðu byssuna sem getur alveg gefa honum mjög mikið líf tilbaka með últinu sínu. Já, það er nú rétt. Leikmaður eitthvað að reyna... Nei. Hann er bara að vorta. Hann sér alveg Drieson þarna, sér að hann fór á rauða buffi, getur sagt liðsfélaginu sínum það. Nei, hann er bara að hlaupa niður á Adda. Addi hefði átt að vita af Driesonu þarna og var kannski bara svolítið riski hérna, tekið niður núna af Óðinn. Og var þetta smá mistök hjá honum. Hauslaus kom með 12 inn, það nær ekki að fóla í prokka. Nær samt Olku. Svo mikið skaða. Já. Og þetta er líka Moonstone Karma sem er svo gott núna. Já, big attack hérna af Moonstone á körmunni hérna. Það sem... TB! Þetta er að fara að vera Addi komin hérna í bak. Octopus og Bad Habit sem þetta byrjar að berjast aðeins og snemma og Addi er ekki kominn. Nei! Þeir eru ekki bara teknir niður báðir. Addi hérna kemur samt og tekur niður MIQ en hann fékk alveg 1 kill áður en Addi hlýtur að ná að drepa hauslausina á endanum. Já, svo smá svona aðeins og hratt inn Octopus og Bad Habit hérna en þeir fá samt þá 2 kill fyrir 2. Já, fínt clean-up hérna frá honum Adda en já. Smá early engage. Líka samt sem að ég held að vera smá hissa á hversu mikið damage að Fíliós er með. En Bubbi Fitness, flashar henni inn. Leikmaður er ekki með flash lengur. Hann þarf eitthvað að tekið niður Drieson. Nær að lifa af. En já, allt armorið í heiminum getur ekki bjargað þér á móti þessu endalösu gangum hérna. Nei, því miður. Drieson er bara verið mjög duglegur í að ganga eiginlega bara öll leinin. Nú erum við að sjá skaldið. Nei, kannski ekkert að gerast hérna. Óðinn er bara að hvíla sig undir turninum. Þetta er ekki að... Botleinið mætt mid. Komið í smá roll swap. Nei, lane swap, meina ég. Já, og núna er Bad Habit kannski eitthvað að leita. Er samt ekki... Sjá þetta damage! Að Fíliós er næstu komið 1 item. Þannig þetta er bara, þú veist... Það er að fara að vera safnarinn hérna held ég, eða hvað? Þetta er mjög erfitt, já. Kollektor, þeir eru með BSO, ég man ekki hvernig þetta er byggt lengur. En hann er allavega með smá lethaldi, dörk þarna. Lítur að fara í kollektorbyssuna. En guðið fyrir þess leikmaður aðeins að berjast hérna. Kom með Bramble og... Drieson mættur hann aftur toplegin. Og það er ekkert blass í bóði, leikmaður hlýtur að vera tekið niður hérna. Þarna er hann að reyna eitthvað að halda sér lífi en... Þetta er leiðilegt sem top Akrin spilari. Fær ekki að gera mikið. Nei, því miður.
Og sömuleiðis botliðin fær heldur ekki að gera neitt mikið þar sem að Filius svona sterkur. Dresson gæti verið í smá klandri hérna þar sem allir í liðinu hjá CBT sjá hann hérna. Octopus og Forty Gamer reyna hérna að sprengja hann. Hauslös komið samt til að reyna bjargunum. Er það að fara að gerast? Nei. Sýnist að Hauslös og MIQ eru konir að bjarga Dressinni hérna. Hann kemur risa últan frá honum. MIQ, Bad Habit þarf að flassa henni í burtu. Er hann að fara að komast í burtu? Forty Gamer kemur hérna með pillar til að bjarga Bad Habit. Og það er enginn sem fellur. Geggjupillur sinna frá Forty Gamer, en já. Rétt svo bjargaði honum. Já. Honum hérna Bad Habit. Dresson á Kane getur verið mjög hættuleg þar sem hann hefur verið að Kane main, Já. ef ég man rétt, gennum tíðina. Og er orðin smá fóðraður eins og er með Calypso komið í vasan sinn. HDD erum komið með ágætlega gott lead, 3K gott lead núna strax 15 mínútur inn í leikinn, nei 13 mínútur inn í leikinn segi ég. Hauslaus. Rétt svo ekki. Þetta er erfitt hérna handunum Bad Habit að reyna að engagea hérna á botlinu. Hann ekki með Forty Gamer. Það er flash í bóði handa MIQ, það er nóg til að halda sér lifandi. Hann kemur líka teleport frá Red 7 Odin. Bara til vonar og varar. En við erum kannski að fara að sjá núna dreka barda. Dresson mættur á svæðið. Er samt spottar hérna á bortinu. MIQ er nýbúinn að bakka þannig, hann kemur svolítið sent í fætið. Ef hann er svona ætla að draga þetta út. Ætla Dresson að reyna að fara inn í einhvers konar stíl hérna. Já, hann gæti, þeir veit ekki af honum, hann kemur samt vortið sem spottar hann. Forty Gamer, þeir eru hrættir. Þeir eru stóla, en MIQ er mættir núna. Þeir þurfa að hætta við hann að drega eða bara að sprengja. Núna er Dresson farin í burtu, þá hljóta þeir að sprengja dregan. Það er ná hérna á honum rútið, er hann að fara að ná að últa? Já, hann kemur svona Red 7 Odin með risa últi hérna. Það gæti verið að Dresson er rétt svo ekki tekið niður en Bad Habit fellur. Nautilus ekki góður að koma sér úr háska og fellur hann fyrir dregan. Já, ég fíla þetta stól hérna hjá CBT. Stoppuðu, það var ákveðið ristana samt með það að MIQ ætlaði að koma aftur inn í fætið. En tóku bara, sáu að Dresson var ekki inn reynist til þess að smæta lengur og bara börstuðu dregan. Nákvæmlega, og það var mjög vel spilað það. Það var bara erfið svona subbilugur bardagi eftir á sem svona let hann Bad Habit detta svo niður. Já. Þetta er fyrsti turn leiksins hérna, handa ATD núna. Wow, já, svona sent, 15 mínútur í. Við erum svo vunnið að sjá það svona snemma. Já, og Forty Gamer er kominn. Forty Gamer mættur. Það er ekkert últ núna fyrir hann Óðinn til að reyna að sprengja Adda, en hann er svo lár. Óðinn, þú hlýtur að detta niður á endanum. Eitt sjomp hérna. Tók nestið í Adda með honum líka, en Dresson og Hauslaus tóku skellruna á meðan. Leikmaður þarf nú að passa sig. Það er Kane seminálægt. Er komið samt núna í miðjuna. Gubbans. Er bara svolítið að taka frumskóðin hjá Forty Gamer. Og leikmaður hérna sér hann. Erum við að sjá hérna kannski ekki mikið að gerast eins og þar sem við erum ekki með neitt objective að koma næstunni. Nei, já. Það er hérna Alveg heilar næstu 9 mínútur í Baron, 3 mínútur í Drega. atgeirinn eftir 3,5 mínútur, svo þetta er svona að fara kannski að eftir svona 2,5 þá byrjar þetta kannski svolítið að safna saman kannski í botn akreininni liðin 2 fyrir einhvern bardaðan. Þeir eru samt að leita hérna Gubba eða hvað, Bad Habit og Forty Gamer komin, þeir hljóta ná að taka niður hérna, ekki að fara að komast of langt í burtu nema að Dresson kemur hérna til að hjálpa. Hann ekki verið svo mikil skaði hérna frá honum Gubba. Forty Gamer næst í dáinn, hann hlýtur að detta hérna niður á Dressinni. Leikmaður og Bad Habit geti ekki tekið niður Dresson, allur skaðinn fór.
Heldur bara áfram, hann er með náttúrulega svo mikið healing í Rasta, er samt TP að komin inn frá Adda. Og Octopus er mættur, er hann með últið, já, Adda dettur hann niður og shut down. Beint í vasan hjá Aðal, hjá CBT. Mjög gott kill hennar fyrir Octopus, gefa honum aðeins meira lead, þar sem hann var smá búinn að svona fall behind. Já, MIQ kominn verulega yfir í gulli, get ég haldið á þessum tímapunkti. Já, hann er eiginlega komið með 2 items á meðan hérna Octopus er eiginlega bara með 1 og boots reyndar. MIQ er ekki með komið með boots. Nei, það er svolítið að delaya þessum components í seinna itemið. Allt eitthvað að reyna að berjast við törnin hérna, Gubbi sem kom inn til að bjarga málunum. Og þá er það bara, ég held að við séum ekki fara, ég held að vera bara svona hægt og rólegt fyrir en dregi spannar. Og minnst að segja eru ADD í aftur 4K gold lead. Við erum alltaf að sjá þetta 4K gold lead í þessum liðum minna. En núna er ADD komið 4K gold lead. Það samt þýðir að CBT eru ekki out, it's anyone's game. já, Atgeir er eftir að koma hérna til leiks og það er núna sjáarsálin mikla Særún er að fara að stíga til leiksin eftir minni en mínútu. Hún er líka mjög góð. Já. Ekki besta sálin endilega var það einu sinni. Batafit. Drísson. Virkilega náði að sætstef þetta. Ég er að leita kannski að þeim hérna. Nei. Bara að klýra eitthvað vision. Já. Taka í burtu sjónina hjá þeim. Cool beans. Leikmaðurinn myndi mætti botlane og Addi var toplane. Ætti samt að koma tilbaka midlane. Já, Þeir eru að leita að ykkur. já, leikmaðurinn Hann er með ult, hann leikmaður. gætu lent í alveg hörmungum hérna. Últin hjá CBT geta verið svo hættulega þetta fyrir ATD og Gubbi hann að taka smá skada. Það þóra enginn að byrja þetta fætt. Við Adresinni hérna og hann að byrja Dreki núna að spúa sjáarboltum á Dresin og núna hoppar hérna á Gubba Fitness orðin mjög lágur. Hann er satt Addi að fara að vera náður hérna af honum Dresinni í Keinholtinu er orðin mjög lágur, Batafit tekið niður, Gubbi núna orðin mjög lágur, hann að deyra Dresin. Núna leikmaður hérna inn í línunni, hann kemur Octopus, fljúandi niður á MIQ og shut down. Gubbi Fitness núna reynir að drepa hann í kjölfarið með honum Óðinn. Hauslus að halda öllu liðinu sínu lifandi, hann kemur risa knockað frá leikmanni og 40 Gamer hérna, reyna að gera svo mikil skada hérna. Þóðin er samt þetta á lífi. Og þetta er svo hættulegt. Hauslaus með hana Moonstone er að virkilega halda öllum lifandi. Rétt svo ekki drepin hérna. Og þetta er bara enginn að fara að fá dregan, sýnist mér. Nei. Ég er samt 20 sekundur í 40 Gamer og Dreson er komin upp. Hann kemur flassið. Er það fara að vera nóg? Addi kominn. Er ekki að gera nóg mikið skada samt. Þarf að vera svo langt í burtu. Er samt að bústa upp Batafit hérna. Kemur rútið og Addi hlýtur að ná að gera. Minions klufti burtu frá þessum skósveinum. Þeir eru ekki að fara að ná honum niður. Batafit, hann klárar þetta bara. Er Er samt í smá baba. Og Octopus gæti verið tekið niður hérna í... Nei, hann nær að koma sér burtu frá Dresinni. En þetta þýðir að Særún gæti farið í hendunar hjá ATD. Já, það er möguleiki. Mér sýnist það eiginlega bara nema þeir eru bara 3 hérna. Það eru 4 hérna hjá ATD. Enginn sér hérna. TP 40 Gamer kemur inn, næra stelunum! Þarna kemur 40 Gamer og tekur drekan að þeim. Þarna sem gæti verið Octopus er í smá vanda hérna. Er sem það ná að kæta svo vel hérna. Gubbi Fitness hoppar hérna 40 Gamer en það er ekki svo vel hérna. Leikmaður er komin í baklínuna. Tekur niður MIQ með hjálp frá honum Adda og allt liðið hjá ATD fellur niður með þessu flotta dregastíli frá 40 Gamer. Þetta var geggjalega að spila hjá honum Octopus. Hann var í rauninni, þetta var perfekt ult hjá honum. Leikmaður var eiginlega fastur allan tíman á hérna MIQ og Hauslaus, þannig þau komast eiginlega ekkert í fætið. Og Octopus bara einmitt ultar inn og nær double killið út af því. Þetta er líka Atgeir hérna á detta hérna
einnig handæm og þetta voru 2 objectives og nánast útrýming. Og eins og þú sagðir, þetta getur verið hver sem getur unnið leik. Já. Gullmurinn er komin niður í 1000 kall sem ekki jafn mikið. Nei, Kajsa var smá behind í early gameinu, samt núna komin 6-3 með 450 gull shutdown. Addi líka huge leikmaður í þessum leik. Það bara, já. Þetta eru 2 mjög hættulega leikmenn og ég mynd með þetta rosalega gott frontline. Dreson var eiginlega eittana á Kajsa og það var bara enginn til að hjálpa honum. Erfitt fyrir restina af liðinu þegar leikmaður að stríða MIQ á hauslausi á meðan og komast þeir ekki on á restina af liðinu og þetta bara að fara að vera Dreson, kannski Gubbi inn í baklínunni hjá þeim og það bara ekki nóg eins og Nei, og ég veit, MIQ getur ásvöldið erfitt með því að drepa Orn eins og þannig kannski 3 items. Já, að úr með kollektor þá það ekki að fara komast í brynjuna hjá leikmann eins og sem sagt með 3 stór svona brynju item hérna á móti MIQ. Þetta er Sunfire og svo Orn upgrade byrjuð að mæta. Já. Það eru núna 3 leikmenn komnir með Orn upgrade. Getur verið mjög hættulegt. Kom ekki Orn út þegar Mythics voru ennþá í leiknum? Nei, hann Eða kom hann út fyrr? Hann kom út fyrr. Gamlu itemin þú þurftur að kaupa þau í búðinni. Hann gaf þau ekki frí. Alveg rétt, jú, ég man eftir því. Það var ekki jafn gott. Nei. Og svo þegar Mythics komu þá var það eina sem hann gat upgradeað. Já. Núna getur hann upgradeað hvað sem Já, getur verið hvað sem og fólk heldur ekki getur jafnvel valið, það lætur það bara í fyrsta itemslottið. Octopus og Batabit reyna ná Gubba hérna, heppilega nær hann að vera óstoppanlegur og kemst sér í burt. Jæja, Addi, hann gæti verið í svolítið miklu babba hérna, Dreson ætlar að taverdæfa. Já, þetta hlýtur að vera dauður Addi, ekki mikið sem hann getur gert hérna. Forge Gamer, þeir hljóta að reyna að ná einhverju hérna í kjölfarið, reyna að nýta sér hérna, ekki verið risa Ornöld, nær ekki neinum nema Gubba sem að fara að vera tekið niður hérna. Octopus með svo svakalega mikið damage. Já, og hann aðal leikmaðurinn hérna hjá þeim, svo sterkur. Já, þeir ætla bara að reyna að taka midlane turret. Þeir eru ekki með turret almennt séð hérna hjá CBT, þannig að þeir vilja reyna helst að, vilja helst ná þennan midlane turret til að svolítið opna mappið. Komast ekki upp með það með án Adda. Nei. Og þeir að fara að vera í svolítið vanda að taka niður þessa turna. Einmitt, vilja líka ekki vera að taka of fyrir skipleiðist þar sem þeir eru strax núna komin með aðeins meira ról. Snjóboltinn byrjaður að rúla aðeins meira hjá CBT. Já, flott bakkirna. Klikka skinn. Þetta er Prestige, KDA, All Out, Kajsa. Já, Octopus. I know my skins. Octopus búinn að vera eða smá pening. Já, ég á þetta skinn. Þetta er geggjað skinn. Ég held ég einu sinni gift skinn. What? Árið 2015 Forge Gamer samt komin hérna á Óðinn. Það var að taka niður Adda hérna, hann kemur úti frá Adda samt og þeir hljóta. Hann poppa bara. Gubbi hérna kom með teleportinu sínu til að reyna að bjarga Óðinn en náði ekki að komast með það. Ég hljópa bara í björtu. Adda ætla að reyna að bakka hérna eins fljótt og hægt með TP samt. Það dregið að spána hérna eftir 10 sekundur, cirka bát. Þannig þetta sól fyrir CBT. Addi ekki með einasta drega, by the way. Það nú ekki gott. Þannig þetta sól point fyrir CBT. Sko með að þeir sem þarf að stela það eða þeir verða að fæta þetta eitthvað inn. Þetta svolítið með Dreson fær alveg mjög flottan lít en svo bara þetta drekar niður. Hann Dreson næstu í Hann dauður. Hann dó inn í honum út af Ignite. Þetta sól bara fyrir CBT sinns mér. Þetta dýrt og þetta kannski að fara að vera bara baron í það líka. Mér sýnist það. ATT að henda í burtu þessum lít þeir voru með. Allir hjá CBT núna komið með smá bounty á sig. Og þetta erfitt? Þetta mjög erfitt það. Ég held að
ATT geta eiginlega ekki gert neitt mikið í þessu. Ég veit ekki hvort það geta eins og fæta þetta. Það ætla að reyna það. Þetta er, Það ætla að reyna það. þið mega alls ekki missa Bad Habit í rosalega góður stöðu hérna í þessum reyna. Er hérna að reyna að berjast hérna við Adda en hann gerir svo mikið. Núna er Gubbi hérna komin hérna inn í allt liðið. Redsefit að reyna að gera skaða hérna. Er að fara að vera nóg. Þeir eru ekki á Baron lengur. Bad Habit næstu tekið niður á Gubba hérna en Octopus er að gera svo mikið skaða. Hann kemur Sharka hvíta uldið hérna frá MIQ er að gera eitthvað skaða en hann hlýtur að tekið niður hérna með flottu knockupi. Borti Gamer ekki tekið niður og núna er Dreson Reggie með dótinn eftir. Náðu að stoppa Baronið en það eru samt sem að það tveir sem fekk lífudagi. Já, en þeir hljóta að vera ágætlega sátti með þetta þar sem Dreson er núna komin upp. Getur reynt að stela aftur. Það er rétt. Það er nú rétt. Margir líka í liðinu hjá... Heldur hann gera það? Já, hann hefur náð í. En núna þarf hann að... Þetta er nú Kane, en ég held að hann gera það ekki. Nei, Addi og Bad Habit eru að passa hann komast ekkert að. það er hérna að koma teleport frá Óðinn. Þeir þurfa ekki að reyna að koma ykkur hérna en sýnist að Cool Beans team líti bara að labba í burtu með þetta í vasanum. Cool Beans team eru komið með elite aftur. Þetta tók allan leikinn en þeir eru, já, komnir með 1000 kall yfir. Úff. Upp á sí, núna eru ATT í svolítið erfiða stöðu. Þótt að þeir eru með ekki, þú veist, CBT eru með bara pinguponsa lead, bara eiginlega 1000 gögl lead sem er eiginlega ekki neitt. Þá eru þeir samt með Sol, þau eru með Baron. Kai'Sa er svo svakalega sterk og eru með þetta crazy gott frontline. Það verður rosalega erfitt að drepa þessa carries hjá CBT. Já. Dreson þarf ykkur veginn að ná að hoppa inn og það þarf ykkur að reyna að hjálpa honum sem verður bara rosalega erfitt. Af því MIQ og Redsefit Óðinn eru í backlinenu og það er ykkur veginn alltaf ykkur eins og Ornn eða Trandol á þeim. Já. Þetta er erfitt fyrir ATT að spila hann leik hérna. Komni svolítið eftir hann núna. Ornn itemin líka búinn að detta í hús handa öllum nánast. Fyrir utan bara Bad Habit. Já. Og er gullmunurinn þá í raun aðeins meiri heldur maður myndi búast við þar sem þeir eru með meira items. Já, nákvæmlega. En það er núna þessi törn kannski að fara að detta niður. Ætla að reyna að halda þessum Baron minion lifandi til þess að póka það hægt og rólega. Ornn, leikmaður samt sem að er náði bæði tier 1 toplane og botlane. Já, það er hérna fínasta leikinnan leikmaður og nýta Baronin svolítið vel hérna. Núna hljóta að taka niður törnin með þessum Baron skósveinum. Uppi gæti verið í vandan, nei, kemst sér léttir í burt. Og Leikmaður er enda bara botlane, ætla bara að taka tier 2-na sem er Dreson. Getur eiginlega ekki gert neitt mikið. Það getur bara potað í hann. Það er mjög feitur Ornn hérna. Borti Gamer mættir hérna samt sem það er. Hann kemur út í þetta, hann þarf að últa líklegast til að næra hérna að stoppa Hausles að koma of nálægt. Dreson núna gæti reynt að gera eitthvað. Dreson núna fara að vera CC svolítið mikið. Hann kemur risa heal frá Hauslesi til að halda Dresonu lifandi og þeir ná að stoppa bardagan. Þetta var gott save. Hauslesi sem hann er að spila mjög vel er með Dream Core second item. Ég held að hann gera það líka í síðasta leik. Áhugavert second item buy, þar sem þetta er mjög algengt sem svona third item buy. Ég er ekkert á móti því þannig séð. Gefur mjög gott mana og bara almennt healing. Já. Mjög gott boost ára á Moonstone. Já, gott svona til að fá þetta hérna, meira heal og shield power. Já. Sem ég nokkuð viss að Moonstone gefur það ekki sem bara base lengur held ég. Eða hvað? Ég heila manna ekki, hreinlega manna ekki. Það eina svona heal og shield í hérna Moonstone er ekki passa við. Og ég hugsa að nýta eins þetta mana regen frá því itemi. Dream Core er, ég á minnst að sé þetta ekki mjög oft í svona mid-level elos, mid-low level elos. En þetta er mjög gott item, finnst mér. Já. Mjög fáir sem kaupa það, finnst mér. Það finnst mér að kaupa það allt og seint líka. Það heitir ekki Dawncore, ekki? Jú, Þetta er Dawn... hvað er ég að hugsa? Dream Core? Það er Þetta er þarna, Dawncore, já. support-itemi heitir eitthvað Dream eitthvað sem hann er með þarna. Ég held það þarna, Dream Bubble eða eitthvað. En... Já, þetta er Dawn Core. Alls ekki Dream Core. Það er eitthvað aesthetic.
Já, Dreamcore. en við erum núna að sjá bara eins og liðin eru kannski að bíða bara eftir að öldungurinn er að fara að mæta á sviði hérna. Það er ekki oft sem hann stígur til leiks. Nei. Það eru núna 20 sekundur í hann og sýnist að Cool Beans er svolítið að setja pressu í kringum. Mjög mikla pressu. Annarkvort þarf ADT að fæta það eða Dresson þarf bara að reyna að stela sem hefur svo far ekki gengið eitthvað super vel. Það er svo mikið sési í þessu liði. Hann fær ekki að gera neitt þegar hann er kominn inn í. Hann líka hoppar á snemma því hann er ekki með vision sem gera það verkum að þeir í rauninni CBT eins og mann á að gera, þeir stoppa, gera ekki neitt, gera ekki damage við dregan, bara fara fully focus á Dresson svo hann deyr. Sem er bara brilliant eins og mann á að spila. Þeir eru nú bara aðeins að pota hérna í ATD og eru að taka dregana með hann. Dresson aðeins að kíkja, sjá hversu langt eru komnir. Og Rihanna er líka svo hættuleg. Þessi kúla, Já. mátti ekki standa nálætti. Ja, hann er svolítið að spila upp á þessa kúlu hérna placement. Dresson kominn í runna núna. Hann ætlar að reyna að stela. Þetta er, samt núna, restina af liðin hans er kominn í smá barda. Hann er kominn í hérna vegginn, er að leita hérna að Octopus mættir í baklæninu. Octopus reynir Oh my god! skaða, risa, bara allir að detta niður hérna hjá ATD, svo mikil skaði og þetta er, Dresson að reyna að gera eitthvað en rétt svo ekki nóg og þetta er útrýming. Þetta er kannski bara leikur. Þetta var svo bold hjá nú Octopus að bara hoppa hann inn, hann dónast því út af því, en Hann er að spila æðislegan leik hérna hann og spila æðislega leik. vonir ATD á undanúrslitum falla hér með þessum leik og Cool Beans komast áfram í næstu keppni. Það var með 2-0 innan fyrir CBT. Mjög vel spilaði leikur. Ég var ekki að búast við svona seríu þar sem þetta var bara 2-0 þrátt fyrir samt voru leikinir Ekki heldur. mjög jafnir. Nei. ATD var mjög yfir eða allan leikinn og svona misti þetta bara svolítið eftir svona mid-game þar sem þeim Þetta var smá bara svona objective. já, Þeir einmitt CBT fengur Sál, minnstu Atakan, þetta var svolítið bara svona Dresson spilaði mjög góðan leik í jungle en hérna þetta var samt, þú veist, 4G Gamer var einmitt passaði rosalega vel upp á þessi objectives og það inevitably já. unnið leikinn, þannig séð. En ef við tölum svona MVP fyrir seríuna, við þurfum að horfa núna á báða leiki. Octopus, já, ég held það. Sko, Octopus, hann hérna átti mjög góðan kæsaleik. Já. Ég verði samt líka benda á að Bad Habit spilaði mjög góðan Brom-leik í fyrsta leiknum. Ef við hefðum dæmt bara út frá fyrsta leiknum þá myndi ég örugglega gefa Bad Habit fyrir Brom-leikinn en meðanst Octopus spila vel bæði í fyrsta leiknum og í leiknum 2. Já, þetta var svolítið svona, hann var aðalleikmaðurinn hér, hann gerði svo mikið, hann bara hélt öllu liðinu svolítið á bakinu á sér. Hann var með svolítið hæga byrjun en svo bara rúla hann. Já, það er rauninni gera það meira impressive. Hann var ekki, þú veist, þótt hann var svolítið slow byrjun, hann átti svolítið erfitt lane. Þetta var samt ekki rosalega impactful. Nei. Hann átti, þú veist, hann tók sjansa til þess að koma sér aftur inn í leiki og hann bara nýtti svona mjög vel. Þannig ég myndi persónulega gefa Octopus MVP hérna. En við ætlum að þá fara og sjá hérna brackets þar sem við sjáum hvernig viðureign þá Dusty líklegast fór. Já. Og það er að fara að vera Dusty Cool Beans næst áfram. Þetta er actually fyrsti leikurinn sem við horfðum á hérna í Kia-deildinni. Já, meinar, Dusty vann þann leik. Já, hvort það verið öðruvísi í seríu. Bæði liðin eru búin að improva rosalega mikið sem lið. Þannig ég bara, já. Mjög spennandi viðureign sem gerist hérna ekki alveg strax. Þetta verður þá þarnæsta miðvikudag þar sem við sjáum Dusty Cool Beans. Nákvæmlega. Það er mynd bara í næstu viku. Þá fáum við að sjá hann Fenrir Cabo, er það ekki? Ég held það. Ég held að þetta er Fenrir Cabo.
Og svo einmitt Whiskey Tango Foxtrot á móti What About Me á sama tíma en ekki streymdur. Árið þá sjáum við svolítið hverjir að fara að komast í undanúrslitin og verða mjög spennandi að sjá svo hver kemst í lokaúrslitin að lokum. Loka, sem verður í nóvember. Já, 15. nóvember. Samkvæmt fuglum þá víst að fara að vera Whisky á móti VAM sem að fara að streamt í stað Fenrir og Cabo. Ég held að þeir eru þá næri í viðregninni eða næri í stöðu og eru við þess að fara að streyma. Já, Whiskey What About Me. Já, Whisky á móti VAM. Jú, það passar. Já. Það passar það sem Whiskey í 3. seti á bracketinu. Já, auðvitað. Duttu svolítið niður þannig á síðasta deginum í playoffs. Já, og það verður spennandi að sjá þá í bracket stage móti What About Me. Þetta er skemmtilega lið, sérstaklega What About Me. En við ætlum núna að segja þetta gott í kvöld. Takk fyrir að horfa og endilega komið og horfið næsta miðvikudag. Býttu hann að skipta akrein?